ég landverðarefurinn. Ég kenni fólki að fara vel með náttúruna og mig langar að bjóða ykkur með í leiðangur til að bjarga jörðinni. Jörðin heimili alls mannkynsins, allra dýra og allra plantna. Hún eina heimili okkar og þess vegna ættum við að fara vel með hana. Það ýmislegt sem hrjáir jörðin okkar. Til dæmis það sem kallað loftslagsbreytingar. Loftslagsbreytingar snúast mikið til lofttegundina CO2 eða koltvíoxíð. Sumir halda að koltvíoxíð sé mengun, en það ekki rétt. Reyndar koltvíoxíð alveg lífsnauðsynlegt fyrir lífverur jarðarinnar. En hvað koltvíoxíð? Koltvíoxíð það sem plöntur anda að sér. Það nýta sér koltvíoxíð í andrúmsloftinu til að lifa og þær búa til súrefni. Við öndum að okkur súrefni og öndum frá okkur koltvíoxíði. Svo við hjálpum hvort öðru að lifa af. Sniðugt, finnst ykkur ekki? Koltvíoxíð hluti af lofthjúpi jarðarinnar. Lofthjúpur jarðarinnar þunnt lag af lofttegundum sem hylur jörðina. Hann passar að jörðin sé ekki of heit og ekki of köld. Sólin lýsir upp jörðina og hitar hana. Lofthjúpurinn eins og varnarmúr sem hleypir sólarljósi og hita inn en hendir burt útfjólubláum og öðrum skaðlegum geislum. En hitinn frá sólinni dugar ekki einn og sér til að halda hita á jörðinni. Sólargeislanir skoppa af jörðinni og aftur út í geim. Og þá koma gróðurhúsalofttegundirnar til bjargar. Gróðurhúsalofttegundirnar stoppa sólargeislana í að fara of hratt út í geiminn svo þeir hinkra aðeins lengur á jörðinni. Og það hjálpar jörðinni að halda réttum hita. Þetta virkar eins og á gróðurhúsi. Ef við myndum opna alla glugga, þá slippi allir hitinn út. En ef við höfum þá lokaða, þá skín sólarljósið inn, en hitinn sleppur ekki svo auðveldlega út. Það þannig sem gróðurhús halda hita og þetta sama ferli á jörðinni einmitt kallað gróðurhúsaáhrifin. Á jörðinni eru koltvíoxíð, metan og nokkrar aðrar lofttegundir sem satt eins og gluggarnir á gróðurhúsinu og þess vegna eru þær kallaðar gróðurhúsalofttegundir. En hvað ef það of mikið koltvíoxíð? Ef það of mikið koltvíoxíð í andrúmsloftinu þá verður jörðin of heit. Þegar gróðurhúsaáhrifin fara úr böndunum fara alls konar furðulegi hlutir að gera á jörðinni. Sums staðar verður allt of heitt til að lifa. Sums staðar fer óveður að vera algengara. Eyðimerkur stækka. Jöklar fara að brána og sjávarmál jarðarinnar hækkar. Svona loftslagshamfarir eru sko ekki góðar fyrir lífverur. En hvaðan kemur allt þetta auka koltvíoxíð? Ofan í jörðinni að finna fullt af jarðefnaeldsneyti. Til dæmis olíu og kol og mannfólkið grefur og sogar það upp til að búa til bensín á bíla og eldsneyti til að knýja vélar. Þessar vélar búa til matvæli, hlutina sem fólk notar og borginar sem það býr í. Allt þetta losar auka koltvíoxíð út í andrúmsloftið. Það fer líka of mikið koltvíoxíð og metan út í andrúmsloftið þegar mannfólkið eyðir gróðri og jarðvegi og framleiðir of mikið af dýrum sem við borðum. En getum við ekki bara skrúfað fyrir? Getum við ekki bara hætt að dæla koltvíoxíð út í andrúmsloftið? Það ekki alveg svo einfalt. Af því að það svo margt sem mannfólki gerir sem býr til koltvíoxíð og sumt af því alveg lífsnauðsynlegt. Fólk þarf mat til að lifa og hús til að vera í skjóli. Það þarf föt og aðra nauðsynjavörur og það þarf að koma svo milli staða.
En það líka svo rosalega margt sem mannfólki gerir og býr til sem algjör óþarfi. Heimurinn í sameiningu að reyna að skrúa fyrir, en það tekur tíma. En getum við þá ekkert gert til að hjálpa jörðinni, dýrunum og mannfólkinu? Jú, þú getur hjálpa jörðinni með að minnka kolefnissporið þitt og haft áhrif á fjölskylduna þína, skólan og jafnvel enn fleiri. Þú hjálpar með því að kaupa minna, sóa minna, hjóla og labba meira og kjósa umhverfisvæna leiðtoga. Kannaðu málið og vertu loftslagshetja.